Nú komið sem sagt inn í námsáætlunina á kennsluvefinn samþykkt námsáætlun og það vika 37 núna. Það flott og þá förum við hérna, þetta undir aðalhópin. Þið eruð ekki með neitt aðgang að undirhópum, það nokkuð? Þið eru bara með einn nafn á hópum, hvort sem þið eru í undirhóp 1.1 eða 1.2, það ekki rétt hjá mér? Já, mér hefur sýnst það þannig hjá mönnum. En nú smelli ég hérna á námsáætlun og hér komin samþykkt námsáætlun og ég ætla að hlaða henni niður og skoða hvaða efni þá fyrir próf 1. Og náum í þetta. Hérna námsáætlunin. Samþykkta. Og við sjáum hérna að við erum, nei, það ekki vika 37, ekki vika 38 núna. Já, það vika 38 núna og hlutaprófið sett í þá viku en við tökum hlutaprófið í næstu viku. Já, þannig að það klárt. Sem sagt, þannig að þetta efni hérna, hleðsla og afhleðsla þéttis, það ekki með, skilji. Það ekki með í þessu prófi. Ok. Það ekki í prófi 1, nei. Það verður væntanlega í prófi 2, því að þá förum við líka í efni í mælingaverkefnunum í 2 ABCD sem tilheyra þéttum. En hérna aðalega spóla og raunviðnám í raðtengingu og hliðtengingu. Það efnið sem fyrir þetta próf. Og þetta eru öll dæmin sem að þið getið eftir ykkur á fram að þessu prófi. Sem að tilheyri sem sagt viku 35, 36 og 37. Það öll þessi dæmi hér. En ok, þá vitum við það. Hvað við þurfum að fara yfir í bókinni. En þá ætlum ég að renna aftur yfir allar skýrslunar og hér erum við þá með 1A og það spanviðnátt bólu. Og ég ætla rétt að renna yfir þetta í þessari upptöku, allar þessar 4 skýrslur, svo förum við í kaffi. Þannig að þið skulle vera aðeins vakandi yfir þessu að spyrja mig ef það eitthvað óljóst sem ég gleymi að nefna og af því að þið eru nýbúnir að reikna allar þessar skýrslur. En hérna í fyrstu skýrslunni þá vorum við með hvers konar straum inn á spóluna. Vorum við með jafnstraum eða riðstraum? Við vorum með jafnstraum og við sjáum það á þessari afriðsbrú hérna. Við breyttum riðstraum í jafnstraum og vorum að skoða hvernig viðnámið væri í spólunni þegar það væri jafnstraumur. Og líka vorum við að prófa kjarnan, hversu öflugur hann væri í jafnstraumum. En hér byrjað á því að skrá niður mælingu á viðnámi vírsins, sem náttúrulega það viðnám sem að gildir í jafnstraum og það ósköp eðlilegt að taka til við mælingu hérna og nota raunviðnám eirvírsins í spólunni. Og hérna allt saman stilt á jafnstraum og hér talað jafnstraumur í spólunni sem sagt án járnkjarna. Þarna var spólan tekin úr og kannað hvort það yrði eitthvað öðruvísi aðstæður án járnkjarna eða síðan á eftir með járnkjarna. Og það var stilt á 13,6 V spennu og straumur var stiltur upp í 0,5 ampere. Og
síðan hérna var hérna spólan sett í járnkjarnan og járnkjarnin var lokaður og straumurinn hann í rauninni breyttist ekki neitt vegna þess að þetta er jafnstraumur. Og hérna síðan reyndu það að ná járninu ofan af járnkjarnanum og það var eins og að þetta var alveg límt saman vegna þess að þarna eru segulkraftirnar að fara alveg í sömu átt allan tíman og líma eða eru þannig með mjög sterkan rafsegul á ferðinni. Og við höfum þarna sýndarviðnámið, það er bara nánast það sama og raunviðnámið í spólunni 27,2 og við mældum 27,0. Þetta er nánast það sama. Sennilega hefur þetta mælst aðeins stærra vegna þess að spólan hefur hitnað örlítið. Það geti hafa verið ástæðan. En í rauninni ætti þetta að vera alveg nákvæmlega sama viðnám en breytingin er í rauninni bara tel ég vegna hitabreytingar. Það er ekki tekið fram hérna sko, að það er náttúrulega af því að við erum ekki með riðstraum í þessu að þá er X-ellið, það á ekki að vera neitt launviðnámið þannig að þessi mismunur er ekki vegna þess, það er ekkert spannviðnám og það er þar alveg ekkert fasvik í spólunni náttúrulega við jafnstraum, það er náttúrulega gefur að skilja og svo tökum við afreiðisbrúna í burtu og setjum straummæli í rásina að spólunni og það er án járnkjarna og við stillum á sömu spennu. En af hverju fáum við aðeins lægri straum í spóluna? Hvað er að gerast þarna? Það er loft í kjarnanum í spólunni. Af hverju fáum við lægri straum? Hvað er komið þarna nýtt inn? Það er komið smá spannviðnám, það er smá seguleiðni í loftinu og hún hefur áhrif. Þannig að hér er komið riðstraumsviðnám eða spannviðnám í spóluna sem að hindrar strauminn í að renna. Og þess vegna mælum við ekki eins og áður 0, eins og stiltum hérna 0,5 ampere, heldur er komið hérna 0,44 ampere við sömu spennu. Og síðan var prófað að taka járnið ofan af járnkjarnanum og það var tiltölulega auðvelt vegna þess að núna er segulsviðið alltaf að skipta stefnu reglulega. Það er 50 riða spenna og hvað fer þá riðspennan oft í gegnum 0-punkt. Hvað getum við sagt að hvað er tíðnin á því há sem að segulsviðið fara í gegnum 0-punkt? Hvað gerist það oft? Ef það er 50 riða spenna þá er það ekki tvöfalt oftar sem að spennan er að fara í gegnum 0-ið. Þannig að við erum með 100 rið á því að segulsviðið sé að skipta stefnu í þessari rás. Þess vegna er alltaf eitthvað ákveðið bil þar sem að segulsviðið er lítið, ekki í hámarki. En þegar við erum með DC á spólunni, þá er segulsviðið alltaf í hámarki. Af því að það í DC það var alltaf í sömu stefnu. En þetta var pælingin með af hverju var svona auðvelt að ná járnkjarnanum í sundur og það er út af þessu að segulsviðið alltaf að skipta stefnu, spennan er alltaf að fara í gegnum 0-punktinn og straumur er alltaf að snúast við og þess vegna er alltaf 0 reglulega í segulsviðinu. Nú, síðan er járnkjarnan lokað, spólan sett í járnkjarnan og járnkjarnanum lokað. Þá erum við ekki lengur með loftspólu
heldur erum við komin með spólu með járnkjarna. Og hvað var spennan hérna 14? Já, hún hefur verið eitthvað aðeins hærri. 13 var hún hérna, en það átti að stilla hana það bil sama, var það ekki, hjá ykkur. 13,6, það var sem 13,6 setti á hana hérna. Og já, hún hefur eitthvað, já, það hefur bara breyst við það að setja, hérna, af því að það var straumur á henni og bara við það að setja henni í járnkjarnan, þá minnkar straumur það mikið að það léttist á spennugjafanum, þess vegna hækkar spennan eitthvað örlítið. Það er ástæðan. Hún var ekki stillt aftur tilbaka hérna hjá honum. Þannig að hún hækkaði eitthvað örlítið. En straumurinn, hann minnkar alveg svakalega mikið. Og hvernig stendur á því? Jú, það er aðal ástæðan fyrir því er það að segulleiðnin í kjarnanum er gríðarlega mikil núna. Það er orðið breyting frá því að það er loftkjarni, spólað með loftkjarna. Loftið leiðir segulkraftlínunar mjög illa, þó eitthvað pínlítið, en þegar við setjum járnkjarnan í, þá eykst segulleiðnin alveg gríðarlega mikið. Þannig að við fáum stærra mý inn í formúluna fyrir sjálfsbandsstöðulinn og þess vegna stækkar sjálfsbandsstöðullinn svakalega mikið. Þið munið eftir formúlunni fyrir sjálfsbandsstöðullinn, þetta hérna, ellið er sjálfsbandsstöðullinn, hann stækkar svakalega mikið og þess vegna stækkar líka spannviðnámið eða launviðnámið, XL. Og þar af leiðandi minnkar straumurinn hérna gríðarlega mikið. Og þá verður setan, hún er gríðarlega stór, hérna 829 ohm, frá því sem hún var áður bara, við vorum með 27, frá 27 ohmum og upp í 830 ohm, tæplega. Það er gríðarleg breyting við það að breyta úr loftkjarna yfir í járnkjarna. Og þarna er komið fasvik í gríðarlega stórt fasvik. Þetta er næstu því 90 gráður. Fasvikið er 88 gráður. Og þarna erum við að reikna þetta út frá reyndar RL-vír, en tekur það fram að þetta sé ekki alveg rétt aðferð. Það er ekki tekið fram hérna. En við vitum náttúrulega ekki aflið alveg. Við vitum ekki alveg allt viðnámið í spólunni. En við reiknum þetta fyrst út frá RL-vír. Það er sennilega ekki tekið neitt nákvæmara fyrir í þessu. En launviðnámið hefur líka stækkað alveg svakalega mikið, þetta XL. Og við finnum XL-ið, getum reiknað út frá setunni náttúrulega og sínus af 88 gráðum. Og þá fáum við töluna XL sem er örlítið minni heldur en setan. Og þar af leiðandi þá getum við reiknað út sjálfsbandsstöðulspólunar, L-ið, með því að segja XL deilt með 1000 pi sum f. Og spólan er gríðarlega stór, hún er 2,6 Henry. Og svo er allt bara að prófa sig áfram, sannprófa þetta að setja L með Pythagoras-reglunni, að hún sé hérna rétt og átti að gera viðnámsvektoramynd í þessu. Býtum við. Já, hérna var verið að bera saman setuna miðað við útreiknaða sýndarviðnám út frá straum og spennu. Og
hérna náttúrulega sko RL-vír. Þetta náttúrulega ekki alveg allt viðnám spólunar af því að það sleppt raunviðnámi sem tilheyrir járnkjarnanum og við myndum fá sko örlítið meira raunviðnám ef við tækjum allt raunviðnám spólunar. Þess vegna þetta fasvik sem við erum með hérna, þessi 88 gráður, þær eru heldur stærri heldur en heldur stærra horn heldur en í raunveruleikanum. Og þess vegna getum við hugsa okkur það að útreiknað út frá straum og spennu sé setan aðeins stærri jafnvel. Og býtum við, hvar var það reiknað út með deilt með y? Það var hérna 829, skulum sjá. Já, þetta aðeins minna, það passar. Þetta 828,5. Það munar svakalega litlu, en það munar samt. Það í rétta átt. Já, nei, fyrirgefðu. Þetta var ekki setan. 828,9, jú. Því að það aðeins, það munar bara 0,1. Þetta var 829 hérna, jú, út frá straum og spennu og setan útreiknuð út frá spennu og straumi. Hún aðeins stærri heldur en hérna útreiknuð hérna, setan. Þetta 828,9. Þannig að það munar örlítið. Þetta rétt átt hérna. En skulum hérna ekki gleyma okkur í pælingum hérna samvæði þetta, en síðan var sett að hærri spenna á spóluna og við fengum aðeins minni setu út úr því. Í rauninni þá breytist spanviðnámið ekkert. Það spanviðnámið ætla að háð tíðninni og ellinu, spanstöðlinum í spólunni. En raunviðnámið það náttúrulega hækkar við aukinn straum og afl. Það hefur áhrif að sýndarviðnámið það náttúrulega hækkar, en þetta hérna reyndar út frá þessu þá minna sýndarviðnámi hérna í rásinni þegar við erum með hærri spennu. Það svolítið erfitt að hérna útskýra þetta, en við fáum minni setu. Það hærri spenna, meiri straumur gegnum spóluna og minni seta. Þannig að þessi útskýring svarar ekki algjörlega spurningunni. Ok, en þá það B. Þá skulum við fara í B-skýrsluna. Hérna vorum við að mæla fasvik með sveiflusjá og við tókum tímamismunin á hvenær að spennan var á ferðinni og hvað straumurinn var langt á eftir spennunni í sveiflusjánni. Hérna sjáum við sveiflusjámyndina og við mældum tímamismunin sem tæplega 5 millisekundur. Sko, 5 millisekundur, hvað samsvarar það í gráðum? Munið þið það? Heil sveifla tekur 20 millisekundur. Hálf sveifla tekur 10 millisekundur. Það 180 gráður. 10 millisekundur, hvað þá 5 millisekundur? Það 90 gráður, akkurat. En þetta tæplega 90 gráður. Þannig að við erum á réttu róli hérna. Þetta 4,61 sekunda sem, þetta millisekundar, hérna vantar M. Sjáu þið, hérna villa í þessari skýrslu. Hérna á að vera millisekunda. Og þannig að við breytum þessu yfir í horn og af því að við erum með að deila hérna móti 5
og við erum með 90 gráður hérna á móti 5 millisekundum. Og þá fáum við að fasvikið út frá sveiflusjónir 83 gráður. Ok. Síðan gerum við mælingu með afmælinum. Og þá fáum við út að það 6 vött og við getum með því að reikna síðan út sýndaraflið. Þá erum við með tvennt, við erum með raunafl og við erum með sýndarafl. Þá getum við reiknað út raunaflstöðulinn, kosinus phi. Það P deilt með S. Og þetta ætti að vera mjög svipað. 84 gráður. Býtum við, hvað vorum við með? 83 gráður, munar bara 1 gráðu. Enda þetta hugsa ég sé nú kannski réttari aðferð eða nákvæmari útreikningar eða mæling. Þó við sjáum þetta nú nokkuð vel á sveiflusjóni, þá getur náttúrulega verið einhver smá skekkja þar á ferðinni. En þetta mjög svipað og það sem mælt með sveiflusjóni. Og þannig að í þessu þá liggur skekkjan á þessari 1 gráðu í rauninni bara í mælingum. Og helst sennilega á mælingum á sveiflusjóni. Auðvitað getur eitthvað verið í mælingunni líka. En núna tökum við aðferð sem ekki rétt. Við notum bara raunviðnámið í spólunni og reiknum út frá því. Við finnum setuna út frá spennu og straum og notum raunviðnám vírsins í spólunni og setuna útreiknað út frá spennu og straum. Og þá fáum við, þá erum við í rauninni að nota of lítið viðnám. Þess vegna fáum við stærra fasvikshorn, 88 gráður. Þetta orðið mjög stórt. En ef við reiknum út R-ellið út frá aflmælingu, sem sagt með réttri aðferð, að þá fáum við aftur niðurstöðu sem nær réttum sannleika. Þannig að hér erum við með mælda raunaflið í spólunni, 6 vött, deilum með straumnum í öðru veldi. Þá fáum við að raunviðnámið ekki 27, var ekki 27 sem við vorum með. Nei, það var 35,5 á, ég var að rugla við aðra. 35,5, það ekki heildarviðnámið, heldur heildarviðnámið 100 á. Þá það samanlagt raunviðnámið sem tilheyrir vírnum og það sá raunhluti sem tilheyrir járnkjarnanum. Svo, að núna notum við allt raunviðnámsbólunar til þess að finna út raunaflstöðulinn. Deilum við með sama sýndarviðnáminu með setunni og þá fáum við niðurstöðu sem eiginlega alveg sama og P deilt með S. 84 gráður. 84 gráður, fengum við það ekki sama hérna? Jú, 84 gráður. Við vorum með 83 var þetta með sveiflusjóni. Jú, við vorum með 83 gráður með sveiflusjóni. En 84 gráður, þar sem við notuðum P deilt með S og fengum líka 84 gráður þegar við notuðum raunviðnámið út frá aflmælingunni. Fáum líka 84 gráður. Já, þetta rauninni aðalatriði varðandi þetta. Og svo notum við út frá afmælingu aftur hérna. Nú notum við sem sagt við reiknað út frá S og fasviki úr liði hérna 1,4 og já, hérna erum við í rauninni að reikna okkur bara tilbaka og við tökum hérna raunaflstöðulinn og erum að reikna út raunaflið. Og þetta passar vegna þess að við erum að reikna með heildar raunviðnáminu í spólunni en ekki vírviðnáminu.
og aflið reikna út frá straumi og RL að þá tökum við allt raunviðin á spólunar 100 ohmin og sinnum straumin í örveldi, þá fáum við líka 6 watt og þá allt þá reiknum við með heildar raunviðináminn í spólunni en ekki bara vírviðináminu. Já, þá erum við komin í gegnum þessa æfingu B og svo kemur C æfingin. Þar vorum við raðtengingu raunviðináms og spólu og þar mældum við fyrst raunviðnámið í vírnum 40,5 ohm og tengdum spólu í raðtengingu við peru og notuðum afmæla til þess að mæla aflið í sitt hvoru hlutnum og síðan var spennan tekin líka. Við sjáum það að raunaflið í perunni náttúrulega miklu meira heldur en í spólunni, bara 7 watt í spólunni. En við byrjum á því að reikna út sýndaraflið í spólunni út frá spennu og straum. Og svo getum við reiknað út raunaflstöðulinn, kósinus phi, í spólunni af því að við höfum raunaflsmælinguna, 7 wattin og sýndaraflið, P deilt með S og þá fáum við að fasvikið í spólunni er 82,3 gráður en ég ekki líka að taka hérna fyrir já, síðan setan reiknuð út í spólunni og að lokum þá hérna fasvik rásarinnar allrar reiknað út áður við förum út í hérna peruna. Nei, býtum við. Hér aftur hérna heildar fasvik rásarinnar heildar viðnám, heildar sýndarviðnám rásarinnar reiknað út. Það sem sagt spennan, heildarspennan deilt með heildarstraumnum, eða það bara eitt straumur í rásinni, þetta aðtengt og sýndarviðnámið heildar 679 ohm, stórt viðnám og hérna raunviðnámið, hérna við að finna raunviðnámið í spólunni út frá afmælingunni og straumnum í örveldi. Það til þess að geta gert viðnámsvektormyndina. Hérna allt raunviðnám spólunar 59,2 ohm en vírviðnámið, það var miklu minna, það var mælt hérna efst, það var 40,5. Þannig að útreiknað það hærra, það hérna 59,2 ohm. Og síðan erum við að kanna viðnámið í perunni, það bara spenna deilt með straum, vegna þess að þetta bara raunviðnám og þá hægt að gera viðnámsvektormyndina því að viðnámið í perunni það bætist síðan við, það bláa línan hérna, blái vektorinn frá raunhluta spólunar. Allt raunviðnám spólunar 59,2 ohm sett hérna inn og seta spólunar náttúrulega sem við reiknum út að náðan út frá spennu og straum og já, Excel-ið það var fært inn á það var ekki búið að reikna það sýnst mér í útreikningunum en síðan kemur heildar setan í myndinni 675 eða já 679,4 reiknað var það 679,4 já 679 ohm stendur hérna þessum útreikningum út frá spennu og straum. Þetta bara smá skekkja í myndinni hjá honum hérna. Þetta semst viðnámsvektormyndin. Síðan kemur spennuvektormyndin eða ekki satt. Hérna við þá finnum út kósinus phi heildar til þess að kanna hvort að það passar við myndina og hvað færðan inn á myndina sem heildarfasvikshorn svo 40,5 gráður, þetta mjög nálægt lagi en við fáum hérna 41 gráðu. Þannig að allt
raunviðnamið lagt saman og deilt með sýndarviðnaminu, lengsta vektornum. Og síðan fáum við hérna fram spennuvektormyndina og þá átt að teikna hana bara upp út frá, við erum með spennuna í spóluna, hún bara sett hérna beint inn og síðan alltaf þarf að skipta spennunni yfir hérna, já ég sagði spennan yfir peruna kemur hérna beint við græna lína hérna og svo vantar að sýna hérna aðeins lengri strik fyrir strauminn sem viðmiðun, en spennaspólunar henni skipt upp í raunhluta. Þá myndum við segja kósinus af hotninu sem að 82,3 gráður hérna, sinnum UL sem var 152 og þá fáum við hérna raunhluta spennunar sem að hérna 22 volt eða 20,4 volt eftir í hvort við reikna eða mælt á myndinni. Og síðan launhluti spennunar sem svo sínusinn af 82,3 gráðum sinnum 152 volt heildarspenna spólunar sem þá fáum við út aðeins lægri spennu heldur en heildarspennu spólunar. Það sem sagt 150 volt sem UL eða launhluti spólunar. Og heildarspennan á þá að passa hérna eitthvað 232 eða 3 volt það bil. Ok, þá erum við búin með þessa skýrslu ef það engar spurningar varandi hana og þá tökum við D og eftir það förum við í kaffi. Hérna erum við hins vegar með hliðtengingu raunviðnáms og spólu og hér mælum við fyrst raunviðnámi vírsins. Það tiltölulega lítið viðnámi í þeirri spólu í vírnum og við stillum strauminn á 1 sem næst 1 ampere og mælum þá spennuna og aflið í spólunni. Og eftir það sýndaraflið reiknað út og það þá 141 voltampere, sama tala og spennan í rauninni. Og svo vegna þess að raunaflið var mælt 11 vött, það sýnt hérna 11 vött, þá getum við reiknað út raunaflstöðlinn, kósinus phi á spólunni. Þá það 11 deilt með S-inu sem 141 voltampere og þetta það sem við fáum út 85,5 gráður. Þetta nokkuð rétt mynd af fasvikinu í spólunni. Og síðan reiknum við út sýndarviðnámið. Það náttúrulega bara sama tala og spennan vegna þess að við deilum með 1 amperi, 141 ohm og síðan reiknum við út hérna allt raunviðnámið í spólunni og þá göngum við út frá aflmælingunni 11 vöttum og deilum við með strömmnum í öðruveldi 1 ampere í öðruveldi og þá fáum við náttúrulega sjálfsagt út 11 ohm. Það munur á hérna heildar raunviðnáminu, það 11 ohm allt raunviðnámið, en það sem við mældum bara í vírnum, það var hérna rétt tæpur helmingur af öllu viðnáminu. Hérna 5 ohm í vírnum en 11 ohm í allir í spólunni með járnkjarnan, með raunviðnáminu í járnkjarnan. Og þá getum við fundið fasvik rásarinnar þegar við bætum 100 watta perunni við og við mælum þá sérstaklega strauminn í perunni og heildarstrauminn. Hann eykst mjög lítið því að við erum með hvað sem svo mikið fasvik í rásinni. Nú við reiknum út raunviðnám perunar út frá straumnum í perunni og náttúrulega heildarspennunni. Perunni náttúrulega hliðtengd yfir þetta, þannig að við stillum aftur upp í 141 volt. Þannig að við höfum raunstraum perunni hérna
sem bætist þá við raunstrauminn í spólunni þegar við gerum straumvektormyndina. Hérna viðnámið og hins vegar, já, þá gerum við bara straumvektormynd. Við förum ekki út í viðnámsvektormynd hérna því að við erum með hliðtengingu. Þegar við erum með hliðtengingu þá gerum við straumvektormynd. Hérna var perustraumurinn, hann var 0,33 ampere. Hann bætist við hérna, það í græna lína hér, og hér vantar að hafa aðeins lengri línu til að sýna að spennan viðmiðin, hérna, U. Og hér höfum við fasvikið í spólunni 85,5 gráður og heildarstraumurinn í L-spóluna var stiltur á 1 ampere, svo bættist við perustraumurinn, en það bættist svo örlítið meiri straumur við heildarstrauminn að það mjög lítið, eða það sem var mælt með mæli, það var 1,07 ampere. Þannig að heildarstraumurinn jókst mjög lítið þótt að við bættum við hérna smá raunhluta straums með perunni. Af því að það svo gríðarlega mikið fasvik í spólunni og launstraumur spólunar, hann næstum því 1 ampere, það 0,99 ampere. Það varla hægt að mæla hérna í vektormyndinni. Þetta bara nánast sami straumurinn. Af því að hornið svo gríðarlega stórt á spólunni. Þannig að þetta eru þeir útreikningar sem að þið hafið gert í öllum þessum mælingaverkefnum og já, að lokum getum við reiknað út heildarfasvikið svo í rásinni. Það minnkar hérna úr 85,5 niður í 67,5 gráður og þetta mælt á myndinni. Það síðan reiknað út hérna með því að leggja saman straumana, báða raunstraumana, bæði raunstrauminn í spólunni og raunstraum perunar. Það sem sagt 0,078 í spólunni og 0,33 ampere í perunni. Þetta heildarraunstraumur rásarinnar og deilu með heildarstraumnum í rásinni sem hérna 1,07 ampere og þá fáum við að kósinusfí heildar 0,381 eða heildarfasvikið þá 67,6 gráður. Og þetta kemur vel saman við myndina.